Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, þá komið að fréttu frá Palestínu, Radio Gaza. Magastína. Já. Það er stór árás á skóla á laugardaginn. Já. Al-Tabin. Já. Það var 8. árásin á skóla bara í ágústmánuði. Og það er 12. ágúst í dag. Það er 12. ágúst, já. Þannig að... Það var 10. ágúst þegar það var 8. árásin. Já. Og þetta, það er sem sagt, þeir varpuðu sprengjum á skóla, þannig að þeir sprengtu 100 manns í tætlur. Og þetta var svona mjög... Já, þetta telst svona til stærri árása. Og það var sérstaklega erfitt að safna líkamspörtunum saman í þetta skiptið. Heilbrigðisstarfsfólk átti í miklum vandræðum með að raða líkamspörtunum saman. Þannig að og þetta hefur þessi árás hefur verið fordæmt af hinum þessum aðilum, en fólk er ekki almennt sammála raunverulegar ástæður fordæmingarinnar. Það tengist allt, en sannarlega er gott að árás á skólabyggingu þar sem að flóttamenn hafast við skuli vera fordæmt. Já, við skulum vera með fordæmingu Kamilu Harris, sem er forsetaframbjóði demókrata í Bandaríkjunum. Já, og bara heyra hana. Já. Next week. Far too many civilians who've been killed. I mean, Israel has a right to go after the terrorists that are Hamas. But as I have said many, many times, they also have, I believe, an important responsibility to avoid civilian casualties. Madam Vice President, you've been saying that since October 7th, and that has been the administration's policy for many, many months now, as tens of thousands of civilians have been killed. I mean, there are people who are asking for limitations on arms to Israel, any kind of change. What do you say to those folks who are looking for more than we should look out for civilians? Well, look, first and foremost, and the President and I have been working around this around the clock, we need to get the hostages out. We need a hostage deal, and we need a ceasefire. And I can't stress that strongly enough. It needs to get done, the deal needs to get done, and it needs to get done now. Þetta var Kamala Harris að fordæma árás á skóla. Hvað er hún að segja í þessari fordæmingu? Er hún að... Já, hún segir að eins og fólk sá að þá segir að er þetta kannski ekki svona fordæming í eiginlegri merkingu, heldur finnst henni leiðinlegt hvað almenni borgarar hafi orðið mikið fyrir fyrir hafa tapað lífi sínu. Já, hafa tapað lífi sínu. Í nauðsynlegum hernaðaraðgerðum. En hún er svona frekar ósannfærandi, þú veist, að því að það er kannski það sem er í raun og veru liggur á bakvið þetta eins og fréttamaðurinn spyr hana, er þú veist, það er bara nokkri dagar síðan að 3,5 billjón dollarar voru sendir til Ísrael, beinlínis til þess að í formi vopna, og það sé skrítið að kvarta yfir því að þau vopn leiði til þess að fólk degi. Já, og þú veist að í raun og veru einu sem hún segir er að þú veist að hafa allt og margir almenni borgarar verið drepnir, en hún leggur höfuð áherslu á að Ísrael hafi sannarlega rétt á að fara eftir terroristum eða hryðjuverkamönnum sem eru Hamas. Hún segir það þarna því að þeir hafa verið þó að Hamas séu stjórnmálasamtök, að þá skilgreinir Bandaríkja stjórn þá sem hryðjuverkasamtök. Og hún segist hafa sagt mörgum sinnum að Ísrael verði svona að minna sig á það að þeir beri mikilvæga ábyrgð á því og ég reyna að forðast mannfall almennra borgara. Og þetta svona hljómar svona dálítið svona eins og í tómri tunnu vegna þess að
að nú erum við að tala sko 40-50.000 mann sko, þú veist að svona þessar opinberu tölur eru 40.000 núna, þú veist og svo náttúrulega það alltaf miklu meira sko. Eins og þú nefndir hérna daginn að ef það tekið mati sem að byrti því í Lancet, þá þetta margfalt meira. Já. Og hún tala líka það, þú veist, að hérna í þessu innskoti sem í raun og veru bara, hún spurð þetta bara þegar hún á svona ferðum Bandaríkjanna til þess að kynna sig, sko, sem forseta frambjóðandi. Þetta ekki mál sem hún að leggja á dagskrá? Nei, alls ekki, sko. Neyðist til þess að tjá sig þetta og gera það með þessum hætti. Já, akkurat. Og í raun og veru inntakið, sko, við verðum að ná gíslunum út, sko, það þá gíslar, sérstaklega ísraelski gíslar sem eru í haldi Hamas, sem hún að tala og það sé algjörlega þungaviktin í þessu máli sko, og það sem að hún og Biden séu sko 24 tíma sólarhring sko að vinna að það verði gerðið samningar að ná gíslunum heim sko. Og hérna, já, þetta sérsagt og Hvíta húsið gáði einhverja yfirlýsingu það að þeir hefðu töluverðar áhyggjur að þessar árás. Og þeir væru í sambandi við sína tengiliði í Ísrael. Þú hefur nú heyrt svona eitthvað bara eiginlega frá upphafi. Já, og Ísrael sko sem þetta fengi til þess að rannsaka sjálfa sig. Já. Að það væri betra ef þetta þjóðarmorð myndi vinda fram án þess að við fengjum svona fréttir. Við þyrftum að vera að horfa á það í... Já. Og ég þyrfti hér sem stjórnmálamaður Vesturlöndum að vera að svara fyrir þetta. Það væri betra ef að Ísraels myndi haga þessu með ykkur þeim hætti að þetta var ekki alveg svona augljóst. Já. En hins vegar ætla ég á engan hátt að sko fordæma aðgerðir í Ísrael þeir hafa ekki bara rétt til þess að bregðast við hryðjuverkum Hamas heldur beðum skylda til þess og auðvitað það vont mál ef að Hamas-liðandir alltaf að fela sig á baku börn og inn í sjúkrahúsum og skólum. Sem hefur svona, þú veist, notabeina aldrei verið færð að neina sannanir á sko og hefur ekkert... Þess vegna verður það sagt okkur við dauðsföll óbreyttra borgara og sleiðilegt og það en það verður óskandi að vísasmönnum tækist einhvern veginn að gera minna þessu. Já, þetta svona cirka svona sem að sko heimurinn talar sko. Ekki heimurinn, þetta stjórnvöld á Vesturlöndum. Já, stjórnvöld á Vesturlöndum, ég myndi akkurat. En sko, já, þetta sérsagt, já, og það, sko, ef maður hugsar sko, kannski raunveruleikan, þú veist, að það kannski gleymist oft í svona daglegri, sko, svona fréttaumræðu, þú veist, þó hún eigi sig kannski ekki í stað, sko, nema bara svona annars leið, að, hérna, þú veist, það ástand sem ríkir í raun og veru á Gaza og hvað Gaza þú veist, hvaða umfang erum við að tala þú veist, hvað þetta mikið af fólki, þetta, jú, við veitum að þetta eru sko rúmlega 2 milljónir manna. Voru þau upp að, kannski orðnar, já, hérna. Margir hafa dáið og margir eru særðir og sumir hafa flúið. Já, og þetta eru, þú veist, verstu hörmungar sem vitnast hefur sko, það eru margar hörmungar í heiminum en þetta eru svona, það hryllilegustu manngerðu hörmungar sem að vitnast hefur nokkuð tíman. Sko. Margir sem hafa unnið á ýmsum hörmungarsvæðum í gegnum langan tíma, fólk með mikla reynslu sem að segir einmitt þetta. Já, læknar bara hrópa þetta daglega orðið, sko, hérna í hvaða viðtölum, sko, þeir hafa aldrei á samanlöðu ferli sín séð nokkuð tíman annað eins, eða upplifa annað eins. Og það líka sko, þú veist, ef við erum að reyna að ímynda okkur þetta, sko, í okkar svona, hérna, ofvendaði heimi hér, að þá Gaza svona, ég held að það sé 72 kilometrar lengd, eitthvað svolítið, sko. Og það alveg hægt að bera þetta saman við það að það séu, sko, 1,9 milljón manna núna sko, í Garðabænum. Það sem að, hérna, þú veist, 72% af þessum 40-50.000 sem drepin hafa verið eru börn og konur og svo afgangur menn en þú veist, engum sögum fyrir að því hvort það séu Hamas-liðar og yfirleitt fer ekki miklum sögum, það aðalega sko, einmitt eins og þetta morð á fyrrverandi leiðtoga Hamas daginn það komst í fréttir og þeir hafa verið svona ráðlega það yfirleitt sko já, það annars það, sko, ég gerði það í Íran náttúrulega Íran og þau voru með árásir í Líbanon og þeir hafa verið með árásir í Akkurat, já. Og þú veist, það eru 92.000 manns sko, sem að munu að öllum líkindum deyja sko, af sárum sínum. Þannig að þú veist, það engin flötur á því að koma þeim til hjálpar. Þú veist, það eru 1300 börn sem að verða ævilangt án útlima. Þú
þú veist, að einhverju leiti sem hafa mist útlimi og svo framvegis sko. Þú veist, það var 880.000 tonnum af sprengiefni verið varpað á Garðabæ, á Gaza. 880.000 tonn. Það jafn mikill sprengikraftur, 4 sinnum meiri sprengikraftur las ég og var í hvorum kjarnaodda fyrir sig sem varpa var á Hiroshima og Nagasaki. Sem fólk var að minnast núna einmitt á sama degi. Akkurat. Já, það var samdægur. Það voru... Já, og þú veist, og það eru 40 milljón tonn af steypu sem að sko liggja líka ofan á sko öllu og þú veist, það eru íbúðarhús sem hafa verið jafnu við jörðu. Búið að rústa Garðabænum og búið að hrekja fólki frá Vífilsstaðalandinu og Flötunum og fleira, þannig nú allir samankomnir þarna út á Álftanesi. Jú. Og þar eru regnir sprengjunum áfram. Það regnir sprengjunum áfram og brátt verður rekin aftur á Flötunum og aftur á Álftanes, aftur á Flötunum og aftur á Álftanes og þetta sko, þú veist, það alltaf við getum á engan hátt ímyndað okkur sko hver raunveruleg líðan þessa fólks en sko þetta hryllingur, þú veist, þetta hryllingur, þú veist, og þetta bara í samræmi við sko afstöðu og yfirlýsta sko aðgerðaáætlun Ísrael. Það einmitt að gera þetta. Það að gera Gaza, Garðabæ, óbyggilegan með öllu og ég veit ekki betur en að tengda svona Trump ætla að byggja svo hótel ofan á fjöldagrófunum. Það eru engir skólar, þú veist, það eru þú veist, 80% allra skóla hafa verið sprengdir. Allir háskólar, 12 háskólar hafa verið sprengdir. Það algjört menningarmorð, bókasöfn, þú veist, þetta allt faraldur, sko það til dæmis veit ég sko frá fyrstu hendi það börn á Gaza núna, hvert einasta barn þjáist þannig að útbrotum, eksemum, vírussjúkdómum að sko þau eru í ólýsanlegri þjáningu, börnin sem að þó lifa þar. Út af því að heilbrigðiskerfið og bara hreinlætis og lagnakerfið, það allt farið? Það allt farið, það búið að taka sko rafmagnskerfi, fráveitukerfi, vatnsveitukerfi, samskiptakerfi, matinn, vatnið, það ekki hreint vatn, sko þú veist, og svona get ég haldið áfram að telja, en þetta raunveruleiki. Þetta raunveruleiki sem að kannski væri verðt þó var ekki einum að gefa sér alltaf tíma til þess að svona hugsa át í hvernig En það sem að stjórnvöld Vesturlöndum segja þvert ofan í það sem Alþjóðadómstóllinn segir og fleira að markmiðið að ganga milli Bols og Höfuð og Hamas að það heilagt og þetta eru bara afleiðingar af því. Þannig að ef þið viljið að þessu linni að þá verður bara Hamas að stíga fram og leggja niður vopn. Já, Hamas hefur samþykkt núna undanfarið hefur skoðað verið Hamas sem að samþykkir allar tillögur alþjóðasamfélagsins vopnahlésviðræður. Það sérstætt Ísraels stjórn sem að eyðileggur það, sko, hvort sem það með því að myrða samningsaðilann eða bara neita öllu því sem að lagt á borð. Og skiptir ekki máli þótt að Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna sé að samþykkja einhverja ályktanir sem að gætu hljómað eins og væri krafa skilyrðislaust vopnahlé? Já, og ég meina og það bara ekkert á dagskrá og það vita það allir sem að eitthvað vilja vita að það ekki, sko, þú veist, það Netanyahu mun aldrei nokkuð tíman ganga að samningaborði. Og það kannski það sem svona pínlítið athyglisvert að fólk veit að því hann ekkert óhreinskilinn. Fólk veit hvað hann vill, hver hans fyrirætlan og hans galant og allara þessara ríkisstjórnar. Þeir fara ekki til neina grafgötur með það. En aftur á móti það þannig að
að falsheitin kannski koma best í ljós kannski hjá einmitt umheiminum Bandaríkjastjórn og þar sem að sko hann auðvitað bara, hann náði valla sko 5 mínútna bút í sinni eigin ræðu, það var svo var svo mikið fagnaðarlæti í bandaríska þinginu. Það var eitthvað sem taldi það, ég held að það hafi verið 60 sinnum sem hafi verið rofið sko ræðan til þess að klappa fyrir hún. Já. Þannig að fólk er hrifið. Maður sem Alþjóðadómstóllinn að sömuleyti að segja að sé líklegur sko verið ákærður fyrir þjóðarmorð. Já, og þá náttúrulega eru Bandaríkin auðvitað sjálfkrafa samsök. Sem við erum náttúrulega. Já, þau eru það. Og þannig að við, kannski erum við komin á þann stað, við vitum öll að við lifum í einhvers konar 2-földum eða jafnvel 7-földum veruleika sko. Og erum farin að samþykja kannski postmóderníska samræður sko um veruleikan sko í þessu máli. Það gera barnamorða hetjuskap, vegna þess að hann er að stoppa hið illa í heiminum. Já. Þannig að þetta er þessu linnir ekki og ég meina síðast bara undanfæri sólarhring voru 25 drepnir. Þannig að þetta og það hefur ekki orðið neitt hlé. Sko. Þú veist, það er kannski bara, ég veit ekki, ég hef nú ekki reiknað út sko hver svona sólarhrings fjöldi drepina er á Gaza en þetta er svona, og það sem hefur náttúrulega komið í ljós og er kannski þykir mörgum dálítið sorglegt og að, þú veist, alþjóðastofnanir hafa enga meiningu, þú veist, mannúðarsamtök, það er alveg sama, það gengur maður undir mannshönd við að fordæma það hjá allum svona mannúðarsamtökum, heilbrigðisstofnunum, hvað sem en það nægir ekki og það, Það er ekki hlustað á það. Það er ekki hlustað. Og er það svolítið orðið svona algengara, allir það minnst þegar að vera að breyta útlendingalögum á Íslandi. Já. Þá koma svona umsagnir frá öllum mannúðarsamtökum landsins sem andmæla breytingunum. Akkurat. En það er ekki hlustað á það vegna þess að við höfum bara æðri markmið heldur en mannúð. Já, við hefum dómsmálaráðherra og ríkisstjórn Íslands sko ætlaru ennþá frekar að herða álögunum og af því að einmitt út af þessu að það í raun og veru ekki sko þetta hefur ekkert með almenningsvilja að gera lengur. Nei, ég er með stjórnum trú að því að það sé eitthvað verkefni sem við erum að sinna hér sem er bara mikilvægara heldur en mannúð. Já. Og ef maður fyrir aftur til Gaza þá var það þannig að markmiðið að ganga milli bols og höfuðs á Hamas þó svo öllu sér ljóst að Hamas hefur aldrei verið sterkara heldur en eftir þetta, þannig að það er ekki að gerast, að þá er það að við fremjum mannfórnir í nafni þess að við séum að ganga milli bols og höfuð Hamas sem að muni ekki veikjast við það. Akkurat. Að það verkefni er mikilvægara heldur en það að geti gengið upp, það sé lógist og mikilvægara heldur en líf allra sem við erum að leggja í rúst og drepa. Já, og svo hefum við þetta svona í smekkari mynd og maður velti, það verður kannski áhugavert að spyrja dómsmálaráðherra til dæmis sko hvaða æðra markmið hún hefur í huga þegar hún ætlar að herða útlendingalög. Hvað er svo mikilvægt að fjölskyldusameining við getum fórnað því að fólk geti verið með sína nánustu að þá er það eitthvað sem er heilagra heldur en tengsl okkar við okkar nánusta fólk. Akkurat. Og það er bara erfitt að vita hvað það er. Já, það er kannski bara verðt að spyrja. Í hverju er andmóðin? Við höfum kannski að finna eitthvað svona andmannúðar sinna til þess að spjalla við. Já. Ég veit ekki hvort að gera það. Handan heima. Já. Herðu, Magga-Stína, takk fyrir að koma hérna með fréttir frá Palestínu. Takk. Og kemur svo aftur síðar í vikunni. Já. Takk. En við höldum áfram hérna við rauðaborðið að reyna að skilja heiminn sem við lifum í á samfélagið og kannski okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli er eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is